Það voru 2-0 tap hérna gegn FH, svona hvernig metur þetta? Bara sóknarlega ekki nógu góðir og ekki gerðum mikið sem við ætlum að gera. Við veitum það alveg að fá bara að liggja það tilbaka og erum mjög þéttir og það er ekki þetta að draga við pressu, þeir kom ekki neitt, þeir bara bíða og við hægir, við lefum að halda okkur aðeins fyrir fram að sig sem við vilja en fyrir áleik fannst mér samt komast í það marga stöður að við höfum getað gert betur, fáum stöður til að búa til góð færi og við gerum það vel. Varnarlega fannst mér frábærir í fyrir áleik, við höldum Rosenröld mjög neðarlega og sínum vandræðum mikið, þannig að það er sóknar þeirra að byrja frá honum og hann setur hann upp þá getum við haldið hári línu, við náðum að halda djúpi miðjumenn okkur kringu stóru menn þeirra, þannig að við vorum að vinna baráttunni fyrst að vinna annan, yfirleitt fór boltinn bara yfir okkur tilbaka, það gekk fáránlega vel. Ég held að þetta klikki einu sinni og það eru 40. mínútu og þá skora þeir og svo næst þeir skora 2-0 og í báðum tilfellum bara dekkum við í teiknum, þannig að það er bara að halda fókus í þessu, þeir eru ógeðslega góðir í því sem þeir gera, setja hann upp, berjast til fyrsta bolta, komin út á vængina, mikil gæði í því og góður að krossa, góður að feta tegin og vissum þetta allt og við getum ekki 2 skipti sem á að krossa þá dekkum við ekki, það er bara óboðlegt og það er bara leikunum fór þar og svo bara eftir að komast yfir og það fara ennþá neðar og hægja ennþá meira á leiknum og þá bara þurftum við að vera meira direkt og vorum við bara á hægir einhvern veginn og ætlum einhvern veginn að fara með þræðugur í gegnum alla miðuna sem bara ekkert onn hérna og bara þetta verður miklu meira direkt og maður sem gera það svona alveg lokinu þetta og komum allu upp í einhvern gang á fótbolta en svona kaflinn undan því vorum við farnir að fara út í vængina og fá krossa og búið til hættulegar stöður og það var leikplanið frá byrjun og við sem að skoða okkur fórum svona mikið frá því en bara ekki náðu gott sóknarlega. Gæðaleysi fyrir fram markið og til fengu stöðurnar eins og þú segir? Já, algjört, við komumst bak og í fyrirháleik aftur og aftur, við vinnum með einhvern tilfellum með pressu og komumst bara verulega góða stöður en lokum verði ekki alveg fær úr því, þannig að það er ekkert færanýtingin heldur stöðunýtingin, þetta skoða þetta betur en við þurfum að taka betri hlaup, ákvörðunar hlaup, fylla tegin betur og betri ákvarðanir og meiri gæði í sendingar. Tobias Thomsen byrjaði á bekknum í dag, var það bara taktísk ákvörðun? Nei, hann svo sem bara fekk aðeins lægra á móti Val og var mjög tæpur en svona, æfði gær og leit okkur út, þannig að við fyrir stuðstunum spilum í dag og hann kom bara heill undan því sem jákvætt en nei, það var svona aðeins smá meiðsli. 2 töp núna í síðustu 3, er hægt að segja að það sé eitthvað áhuggefni eða? Nei, það er algjörlega tilgangslaust að þetta fara bara að grenja og vorkenna sjálfur sér sko, það er bara við tapum á þessum velli og náðum með úrslitum einhvern veginn sem við erum einhvern veginn spiritlausir og tapa návíum og verið soft, við vorum það alls ekki í dag klikkum að dekna ekki teig en held ég voru þeir ekki að ná því sem þeir vilja gera, við gerum mjög vel í að díla við lönguboltana þeirra og setja boltana og halda þeim frá þessum krossum, þannig að það er jákvætt og bara áfram gakk sko. Andri Rafn Jómann átt að byrja í dag, fær í bakið? Já, bara stífnar í bakið, læsist alveg bakinu uppbytun og bara þurfum að bara nutta það úr honum og gera bara á fyrir að hann klár. Aron Bjarna ekki í hóp, er það alvarleg meiðsli? Nei, ekki alvarleg en þó þannig að hann var ekki klár í dag og við erum bara að taka stöðunum fyrir hinda. Þú kan líka kanna Davíð Ingvars og Kitty Jóns, staðan bara á þeim 2? Hún er bara ekkert frábær, það er svona lítur út fyrir að meistarinn Davíð sé jafnvel hans verri og alvarlegri en við áttum von á og svona bara lítur ekki alveg nógu vel út með hann því miður. Kitty bara er ennþá með í náranum, fekk náran út í æfingarferð í Portúgal, hann hefði 10 daga og meiddist á þetta degi í nára og miðað mars og bara hefur ekki alveg náð sér nógu góðan því miður en svona ég bara erfitt að segja til um það sko, hann er aðeins farin að æfa en finnur alltaf aðeins fyrir þessu og við þurfum bara að fá betri greiningu á því hvað nákvæmlega er að trufla hann eða hvort það tekir bara hreinlega aðeins lengri tíma. Með Davíð, er þetta fleiri mánuðir eða hvað? Já, það getur verið þannig. Mögulega út tímabilið eða veistu það? Mögulega, já. Takk hérlega, Dóri. Takk.